Já, Gylfi, bara fyrstu viðbrögð eftir þetta jafntefli á móti Haítí í dag. Svekkjandi. Já, svona kannski ekkit besti leikur eða svona kannski ekkit miklir yfirburðir en að vera 1-0 yfir á 87. cirka, það sviður auðvitað að fá þessu mark í lokin. Þannig að þú skóraðir, það heldur að, já, svona fyrir þig persónulega, getur tekið jákvætt út úr þessu? Já, bara fínt að fá einhverjar 80 mínútur, alltaf gaman að skóra. En ja, svona heilt yfir þá kannski svona svipað í síðustu tveimur leikjum, bæði Kanadaleikurinn og núna töpum yfir fórustinni, tvö víti í fyrri leiknum. En já, svona kannski fínt að þetta gerist í æfingarleikjum og eitthvað sem við getum skoða og lært af. Þú segir svona frekar súrsætt út að vera með þessa fórustu í báðum þessum leikjum? Algjörlega. Ég held að sé nú bara, kannski bara, ef við ætlum að líta á einhverja jákvæða punkta út í þessu verkefni, að þetta gerist í tveimur æfingarleikjum og ekki í undankeppni eða í þjóðadeildinni. Þannig að við getum vonandi greint þetta eitthvað og farið yfir svona hvað við gerum rangt í stöðunni 2-0 og hvað við gerum rangt í stöðunni 1-0 núna. Kannski vera svona aðeins klókar að reyna að loka leikjum og hægja á og drepa leikinn í lokin. Þótt að sé þetta erfitt að segja, ég held að svona varist ágætlega sérstaklega í fyrri leiknum. Eins og segi, bæði vítin, annað var held ég ekki víti. Og já, sá ekki alveg marki í dag en það er bara eitthvað sem við verðum að læra af og bæta. Það er spilað á mörgum mönnum í þessum tveimur gluggum, það er náttúrulega risastór gluggi, bara 4 leikja gluggi í haust, þannig að þetta getur kannski komið til góða. Já, þetta mikið að leikjum í þessum glugga sem er í einhverja 20 daga eða 14 daga. Þannig að þú þarft að vera með stóran hóp, þetta stutt á milli leikja, verður örugglega einhver meiðsli, menn þreyttir og svo framvegis, þannig að ég held að það sé bara jákvætt að margir leikmenn þekki leikkerfið og leikskipulagið og geti hoppað inn ef þess þarf. Það er náttúrulega ekki að spyrja það að því, þú ætlaðir að vera með í þessari þjóðadeild sem er framöndan. Já, það er alveg sama hvernig þú spyrð, hvort það sé mig eða einhvern annan, það vilja allir vera í landsliðinu og vilja allir vera í næsta verkefni, en það hefur ekkert breyst. Nú tekur bara við besta deildin á handan við hornið, er ekki bara mikið spenna fyrir því? Jú, ég held að það sé bara fínt að fara að spila núna alvöru leiki, vonandi bara sem flesta leiki á sem stöðustum tíma og svona komast í svona rútínuna að vera að spila leiki og hvíla sig inn á milli og gera sig kláran fyrir næsta leik, þannig að þá kemur leikformi alveg hvað sem er í svona venjulegt stand þegar tímabilið er í gangi.